Þegar við byrjum að vinna innkall með hundum, þá erum við alltaf með taum með hundinum. Það undantekningarlaust. Við byrjum ekki á því að taka tauminn af hundinum og síðan reyna að kalla hann inn. Því það sem gerist í því að ef hundurinn ákveður að koma ekki, þá hann að ákveða að velja að hunsa það sem þú biður hann að gera og þá erum við raunverulega að æfa það að hundurinn getur hunsa það sem við erum að biðja hann að gera. Við erum að styrkja það hegðuna þegar við köllum, þá kemur hundurinn ekki. Formúlan svo einföld. Það hörast sem hundurinn fari að vera í og þeirra hegðun sem hundurinn fari að vera í, það styrkist jákvætt eða neikvætt. Það óháð því. Þannig við byrjum á að setja tauminn á hundinn, við köllum á hundinn, gefum honum poppa tauminn, byrjum að bakka og kalla hundinn til okkur og hvetjum hann til okkar. Mér finnst gott að byrja á 5 metra taumi, ekkert að gefa hundinum of langt og jafnvel bara hefðbundnu taumi sem kannski bara 1,5 metr, max 2 metrar. Eða jável ennþá styttir en það, ef að hundurinn er mjög erfitt með þetta, þá byrja ég þar. Svo vinnum við upp í 5 metra tauminn og þaðan get ég farið í 10, 15 eða 20 metra taum. Þannig í raunverulega hundurinn að vinna sér inn lengdina. Og þess vegna notum við þessi innkallstauma svo kallaða sem eru mjög langir taumar. Það vegna þess að þegar við erum að æfa innkallið, til þess að hundurinn skilji þegar ég kalla þig, nafn og kondu, þá áttu að koma allaleg til mín. Ef hundurinn kemur bara halvalega, notum við tauminn, popp í tauminn og látum hann koma alla leið. Við þurfum að vera aktiv í þessu mómenti. Við stöndum bara, there is a doornail. Kuti kondu, haldið hundurinn áhuga að koma. Stóri eða. Þannig okkar verk þarna að vera bara áhugaverður partur af þessari mómenti. Þess vegna gefum við hundinum popp í tauminn, bökkum og hvetjum hundinn, kondu. Þarna kemur alla leið, yes, gera hann nammi fyrir það og lefur hann að fara. Og maður byrjar þar, ekkert eitthvað, sestu, býtu, bara hann komi. Byrja þar, við þurfum að brjóta þetta niður í lítil skref og við þurfum að styrkja öll þessi móment svo við getum raðað þeim inn. Skiljið hvað ég við? Þannig við byrjum þar, hann fara nammi, hann fara að fara. En þetta fyrir að verða svolítið gott og maður fyrir að æfa þetta í áreiti, byrja á litla áleitri, síðan áreitið hann síðan meira áreiti og alls konar aðstæðum. Ég ger þetta í göngunu með 5 metra taumi. Það venjulegu labbi, þá ég gera þetta hér og þar til þess að styrkja þessa innkallshegðun hjá hundinum. Svo þaðan, þá getum við fara að bæta við skutti konti, býtu, gjör svo vel, gefa hann losunarskipun og svo fram eftir göttunum. Þannig vinnum við inn þessa getu. Næsta skrefið, þegar þetta orðið rosalega gott og hundurinn kemur, þá hvort sé annar hundur, fugl eða eitthvað spennandi í einhverjunni eða eitthvað sem tryggar hundin. Þegar það orðið gott, þá fyrir við bara í að sleppa taumnum, við tökum hann ekki af. Og þetta milliskrefin sem mjög margir gera ekki. Þetta bara fara strax í að taka tauminn af og svo fyrir allt í fjandans. Þannig við bara sleppum tauminn, lefum hundinum að draga tauminn á eftir sér og við höldum áfram að æfa, gerum allt eins. Ástæðan fyrir við sleppum bara tauminn, tökum hann ekki af og þá höfum við langan taum til þess að geta hann á hundinum ef við sjáum fram á eitthvað að fara að gerast, við getum stoppað, getum stíga tauminn, gripið tauminn, það auðveldara fyrir okkur að ná hundinum ef hann með langan taum á eftir sér. Já, sko mínu hundurinn á 4 fótum, við erum á taumir. Þannig að hann ákveður að hlaupa, þá hann að fara að hlaupa og við erum ekki að fara að ná honum. Þannig, við gerum það og við æfum þetta þannig, bara aftur og eitthvað verður erfitt, þá bara tökum við tauminn og við förum aftur í fyrstu skrefin. Og það ekki, þar að mér sagt að þjálfun ekki að virka, heldur þetta eðlilegt, því að þjálfun hunda ekki bein lína, hún upp og niður og hún alls konar og það kom upp alls konar hindranir, það hluti að þess að því við erum með lifandi veri í höndunum, við erum ekki með vélmenni. Það eðlilegt að hundurinn bregðist við í mismunandi aðstæðum og mismunandi hátt meðan við erum að vinna þetta inn. Svo þegar þetta orðið gott svona, þá þurfum við að velja góðar aðstæður til þess að taka tauminn af, en við erum alltaf með tauminn með okkur, við förum ekki taumlaus, ekki gera það sem mistök. Ég heyri þetta mjög oft og fólk bara, já þetta svo gott og fólk bara leyfi hundinum að hlaupa og það ekki græur á hundinum, þau ekki með taum með sér, þau geta ekkert gerst ef eitthvað kemur upp á. Come on people, við þurfum að vera pínu skynsum, ekki rétt. Þannig við erum með græðan með okkur og meira sér alltaf með svona sliplítum með mig líka sem að ég þarf enga ól á hundin. Ég get bara smeygt þessum hálsinn á hundinum ef ég sé fram á eitthvað að gerast. Og líka ef það kemur laus hundur hlaupandi að mér og ég þarf að stoppa hann af, þá hreinlega bara tekið valdið á honum og nota tauminn.
og kemur hann upp í Laugardals með nokkrum skömmum. Þannig, innkall, taumur, gott nammi eða uppáhaldsdótið, eða ef hundurinn er ekki matadrifinn, ég ætla aðeins að bæta því en og sumir eru bara, já, hundurinn minn, hann finnst nammi ekkert sérstakt, hann finnst maturinn sinn ekkert sérstakur, hann finnst dót ekkert sérstakt, hvernig get ég vellið hann, hvernig get ég gert það skemmtilegt? Svarið er mjög einfalt. Aðalvelunin eru og munu alltaf verða, burtséð frá því hvort að hundurinn er matadrifinn eða dótadrifinn, ert þú eigandi góður. Í gegnum innkallsþjálfun, þetta er basic þjálfun, getur þú styrkt tengslinn við hundin því þetta er mjög tengslamyndandi. Þannig að þú verður velunin. Þegar þú kallar hundi, hviti, konti, já, pappi dömur bakka, hann kemur, já, duglegir, gjör svo vel. Þetta er svona einfalt, krakkar. Það er engin afsökun fyrir því að æfa þetta ekki og þetta gefur ykkur raunverulegt frelsi með hundinum ykkur. Og ofan að það ætla ég að bæta, þetta styrkir allt annað sem þið viljið gera vel með hundinum ykkar vegna þess að þetta er svo óbóðslega tengsla myndandi og styrkjandi á jákvæðan hátt. Hundurinn lærir að hlusta á ykkur, hann lærir virðið ykkar í því sem þið biðjum að gera, hann lærir að það er gott að vera innan ákveðin radíus kringum ykkur. Þetta er rosalega mikilvægt. Hann getur verið laus á x löngum radíus, þannig hann er alltaf meðvitað eigandi með þannig, ok, ég er ennþá góður, eigandi með þannig, já, ok. Hann kom svo langt í burti, ég ætla að fara með aðeins nærin, ég ætla að halda áfram að hnusa. Skilu, þetta er svo mikilvægur partur af þjálfun og þetta er, þú veist, basic fucking grunnur. Ekki sleppa þessu. Ekki sleppa þessu. Og þetta er mjög sterkur grunnur þegar við fyrir að kenna hæl. Þegar við viljum að hundurinn læri að labba hliðina á okkur. Þetta sem allir þrá að hundurinn hætti að tóa ykkur eða erfiðir í göngu, fókus svo mikið á aðra hunda, gelti verið reaktiv, skrollan á vandamálum þegar við erum út að labba með hundin. Krakkar, innkallsþjálfun er grunnurinn við getum unnið svo margt út og komið í veg fyrir það verði. Þannig er þið með hvolp, byrjið strax. Leðutakið með hundinum. Bara rosalega einfalt, gera ekki einhvern leiki, þetta er svo einfalt að gera og hundarnir elska þetta. Þeir elska þennan tíma með okkur. Ég ger þetta á göngunni með hundinum, ég er kannski ekki stanslaust að gera þetta með hundinum, en ég set hundinni í gönguna í skipla. Þannig að hún Freyja, hún fær að hnusa. Hún fær að vera í frjálsu hugar ástandi, sem sagt í lausskipun. Hún fær að vera í innkallsskipunum. Hún fær að vera í hælskipunum. Hún fær þetta allt inn í gegnum skipla, þannig ég hólfi þetta niður, þannig að þetta er ekki bara eitthvað. Hún þarf aldrei að vera fyll í auðnar. Hún veit alltaf hvar ég er og hvað er ættist til af henni á jákvæðan uppbyggilegan máta þar sem henni líður vel. Og við kallum þetta skipulögð ganga. Þannig þegar við erum að æfa þetta gönguna þýðir ekki að hundurinn er endalist í einhverju þjálfun. Nei. Það þarf ekki að vera þannig. Þetta er alltaf undir ykkur komið. Og geta hundsins ykkar í að geta verið góður úti, góður taumi, góður innkall og allt, bara allt þetta stendur að fellur á ykkur og ykkar getu og ykkar vilja að leggja inn púðrið í hundin ykkar að ganga á eftir hlutunum og þora að segja nei þegar þarf að segja nei með hundin ykkar og vinna öll mörkin. Alveg eins og að gera með börnin okkar. Við leyfum ekki börnin okkar að leika sem með 2 hnífa, eða það? Lítið unga börn? Nei. Við setjum þau á öruggan stað til þess að passa þessu örugg, ekki rétt. Við þurfum að gera eins með hvolpana okkar og hundin okkar. Það er okkar ábyrgð að gera. Ekki lúffa innkallinu.